Tengingu slitið. Ég biðst afsökunar fyrir að grípa fram í fyrir þér, Elísabet, ef þú manst meira að segja eftir þessu nafni. En ég hræddur að þér hafi verið misvísandi upplýst. Þú ert ekki mætt til að taka á móti gjöf. Né varstu kölluð hingað af þeim einstaklingi sem þú heldur, en þú hefur vissulega verið kölluð. Þið hafið öll verið kölluð hingað. Inn í völundarhús hljóða og lyktar, afvegaleiðinga og ógæfu. Völundarhús án útgangs, völundarhús án verðlauna. Þið hafi ekki eins og fattað að þið eru föst. Blóðþorsti ykkar hefur rekið ykkur í endalausa hringi að elta grát barna í einhverjum ósýndum sal sem virðist alltaf vera svo nálægt en samt einhvern veginn utan seilingar. En þið munu aldrei finna þið. Ekkert ykkar muna. Þetta er það sem saga þeim endar. Og til þín, minn hugrakki sjálfboðaliði sem fann þessa starfsauglýsingu einhvern veginn, ekki ætluð fyrir þig, þó að það var leið út plönu fyrir þig, hef ég tilfinningu að það sé ekki það sem þú vilt. Ég hef tilfinningu að þú sért nákvæmlega hvað þú vilt vera. Ég verð á staðnum líka. Ég er nálægt. Þessi staður verður ekki minnst og minningin af öllu sem kom þessu af stað getur loksins fara að dofna. Eins og kvölin af öllum harmleika ætti að gera. Og til ykkar, skrimsli sem eru föst í göngurum, verið hljóð og gefið upp anda ykkar. Þau tilheyra ykkur ekki. Fyrir flest af ykkur trúi ég að það sé friður og kannski eitthvað meira þegar reykurinn réttir. En fyrir eitt af ykkur hefur dýpsta gryfja helvítis opnast til að gleypa það í heilu lagi. Svo láttu ekki djöfulinn bíða, gamli vinur. Dóttir mín, ef þú getur heyrt í mér, ég vissi að þú myndir líka koma aftur. Það liggur í eðliðinu að vernda þína sakleysu. Ég biðst afsökunar að á þeim degi, deginum sem þér var læst úti og skilin eftir til að deyja, var enginn það til að lyfta þér upp í faðm sér á sama hátt og þú lyftir öðrum í þinn. Og síðan, hvað varð þig? Ég hefði þá vitað að þú myndir ekki láta þér nægja að hverfa. Ekki mín dóttir. Ég gat ekki bjarga þér þá, svo leyfðu mér að bjarga þér núna. Það er komin tími til að hvílast, fyrir þig og fyrir þau sem að þú hefur borið í þínum örmum. Þessu lýkur, fyrir okkur öll. Samskiptum lokið.